Í öllum okkar vörum sem við erum að selja erlendis, þá erum við að gera út á hreint land og tala nú ekki fyrir ferðaþjónustuna. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það er ofsalega mikilvægt að við vitum hvað höfum við í höndunum. Að við vöknum ekki upp einn daginn og svo bara spyrjum við hvað varðum öll víðernin okkar. Þessi súrnun hefur þau áhrif að kalk skeljana leitast meir og meir í því að leysast upp efnafræðilega. Og á ákveðnum stöðum í hafinu er þetta í rauninni þegar byrjað að gerast. Hér á Íslandi verðum við í rauninni að minnka útblástur koltvísýrings. Leið og hitastigið eykst og það hefur verið að aukast á grunnsvæði við 1 gráðu. Það verður þetta geypilega mikil áhrif á lífverurnar. Það eru mjög fá skáld sem ekki yrkja einhvern tímann hafið. Það kemur við sögu. Hafið er svo nálægt okkur Íslendingum. Við erum eyþjóð. Þetta er ekki sambarlegt við það að eiga íbúð eða bílar eða slíkt. Þetta eru réttindi til þess að mega nýta ákveðnar auðlindir. Við höfum ákveðna möguleika þar sem að mikið er af þröngum fjörðum, þar sem að straumurinn er mikill og við getum þá nýtt orkuna í rennslinu með því að setja túrbínur í það og fanga þannig straumhraða. Skýringarnar sem menn staldra við eru svona félagslegar og menningarlegar skýringar. Að konur eru mjög félagsmótaðar, jafnvel of félagsmótaðar, meðan að kannski margir karlar eru vanfélagsmótaðir. Þetta er eins og þegar við tölum innflytjendavandamál sem í fæstum tilfellum snýr þá að innflytjendur, það eru heimamennirnir sem eru vandamáli, þeir sem búa fyrir í landinu. Við viljum ekki að það verði samfélag þar sem eru annars vegar Íslendingar og hins vegar útlendingar, eins og hefur gerst við annar staðar. Íslendingar segja að innflytjendur þurfa að læra tungumál til að aðlagast. Svo eftir að þeir hafa lært tungumáli þá eru heldur ekki búin að aðlagast. Það væri ekkert Ísland nema að verða eldgos, þau eru eðlilegastir hlutur af öllu í landinu okkar. Við erum með mjög mikið af mófuglum á Íslandi, einhvern hæsta þéttleika í heiminum og það er mjög líklegt að hluti af skýringunni á bak við það sé þessi eldvirkni. Við sjáum það af örnefnum á Íslandi að hér áður fyrr var stunduð umfangsmikil akuryrkja sem að síðan lagðist af. Hún hefur á undanförnum svona 15-20 árum verið að koma tilbaka. Það sem að jöklarnir geyma í dag er það byrja 20 ára úrkoma. Þannig að ef þeir minnka þá erum við í rauninni að missa þennan forða. Ef við erum með okkar mikilvægustu fiskistofna þar sem að afföll á seiðastigi er upp í 99%, þá hlýtur það að skipta gífurlegu máli að vita hvað ræður þeim afföllum og ef það er hægt að takmarka þau, hvort að það skilir sér yfir í veiðistofninn. Við eigum að reyna að lifa í sátt við náttúru og menn. Og til þess að gera þetta þá þurfum við á vissan hátt að mennta okkur upp á nýtt. Það er dálítið merkilegt að hvernig þetta orð hefur ratað inn í íslenska tungu hvalreki. Það er einhver fengur sem að færi jafnvel óvænt og það er ýmis atvik í Íslendingasögunum þar sem að verða átök vegna þess að þetta var eins og að fá bara heilt búr á land allt í einu. Það er mjög erfitt að byggja upp eina ímynd fyrir land og það er einföldun að segja að fyrst við erum hvali að það hætti fólk að koma. Það er ekki þannig. Þetta er bara einn af mjög mörgum þáttum í hluta af ímynd Íslands og ekki stórvægilegur að mínum mati. Það er hugsanlegt að segulsvið jarðar hafi á miðöldum verið talsvert norðar heldur en það er núna. Þá er hugsanlegt sem sé að það hafi ekki verið að jafnaði nein norðurljós á Íslandi. Ég hef lagt áherslu á það við mína nemendur sem er að mennta sig til að verða líffræðikennarar. Noti fugla í kennslu, þannig að ég fer alltaf með þá og kenni þeim sjálf að þekkja þá og að horfa á hegðun þeirra. Það er semst ákveðin hluti sem leysist upp í fjölliðunni, það er eitthvað magna lifi sem er ennþá óuppleyst og við getum skoðað þessa ferla. Þessi gögn sem við komum til að safna þarna, þau komum líka til að nýtast í þessari fjarkönnun sem stunduð er á öðrum plánetum hér í sólkerfum okkar og væntanlega eitthvað tímann á einhverjum plánetum í öðrum sólkerfum þegar við komumst að því hvernig við komum okkur þangað. Það eru margar stökkbreytingar sem geta komið á stað krabbameinum. En núna menn farnir að kortleggja mun betur þau gen sem spila lykil hlutverk í krabbameinsmyndunum og framþróun krabbameinuna. Það er bara ein fæðutegund saman við brjóstakrabbamein sem hefur endurtekið og ítrekað komið fram sem áhættu þáttur og aukalíkur og það er alkóhól. Nú þegar þá læknum við meiri hlutan af krabbameinum, sérstaklega það blóðkrabbameinu.
Og ég efast ekki það, með hvað að gera svona bara undanfarið 5 og 10 ár, að við eigum eftir að lækna mun fleiri sjúklinga innan 5 og 10 ára og vonandi í framtíðinni þá munum við finna lækningu við flestum krabbameinum.